Já, hæ Meja. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur, eða fyrir þig. Og ég er með með orgelspil. Ég ætla að fá eitt hérna fyrir ykkur. Og sjá svona hvað energy er hjá ykkur núna og við hverjum við búast eða eitthvað bara sem kemur í spilunum fyrir ykkur Meja. Og ég er með meditation Tibetan sounds to heal negative energy, attract positive energy and heal the soul. Og ég sé svona mikið fire og fire er allt svona action og eitthvað sem að sem er náttúrulega bara eitthvað yfir hjá ykkur núna að taka ákvarðanir og gera hlutina, vera svolítið svona spontaneous í að gera hlutina. Kannski hafi verið svolítið þannig að þeir eru svona tilbúin að takast á og tækla við það sem þeir eru að yfirkoma. En ég sé þarna jákvæðar fréttir framundan. En fáum eitt fyrir Meyjuna. Ég ætla bara að taka þetta hérna og fá svo annað fyrir ykkur. Þið fáið dog. Það er friend. Today I will love without condition. My energy and enthusiasm are on inspiration. I choose to be happy and I am a protector and a friend. Þetta er kannski bara þú sjálf eða sjálfur. Og svona tilbúin að fólk getur treyst á að koma til ykkar og þú hefur svona átt svona góða. En ég ætla að fá eitt fyrir Meyjuna. Ladybug, good luck. You are a bright energy, let worry go and be happy here and now. Feel good about being a loving and... Ég verð að setja mig gleraugu. You are a bright energy, let worry go and be happy there, here and now. Feel good about being a loving and colorful you. You bless the world with color and good luck. Og þetta er kannski það sem ég voru að tala að það eru góða fréttir framundan og þetta getur einhvers konar góða fréttir. Gæti náttúrulega tengst eitthvað sandi við vini eða eitthvað í fjölskyldunni eða eitthvað. Já, þetta fór svo hérna. Hvað meira fyrir Meyjuna, hvað þarf Meyjuna að sjá, að heyra og vita. Look at the bigger picture. Hvað þarf Meyjuna að sjá, að heyra og vita. A fire climbers approaches full moon in Aries. Einhver hrútur hérna. Kannski að búa maður. Your comment that has been tested. Já, það er bara svona þeir eins og þeir séu svona sleppa tökunum á einhverju sem voru að halda svolítið fast í svona með svona ákvörðunartöku sem þið tókuð eða takið. En framundan er svo mikið að verður svolítið mikið að vera. Mikið að gera, mikið að framkvæma og þið eru svolítið svona eins og bara í comeback eða koma tilbaka og
Og það eitthvað svona sem eftir að verða svona, það gæti verið þessar fréttir sem við fáum að heyra sem að, þú veist, bara gefur ykkur svona kickspark í raskatið. Já, skulum fá meira. Hvað svona með kannski ástina eða hvað svona, hvað að gerast hjá Meyjunni? Það þarf að Meyjan að sjá, heyra og vita. Þið fenguð 8 arrows. Princess of Cups og svo balance. Svona framöndan sko, Eight of Swords ekki góður staður að vera á. Það svolítið svona of mikið að hugsa og svona í sjálfu sér eitthvað að hlutirnir sé bara ekkert að ganga upp eða við getum verið svona föst í hausnum á okkur eitthvað og einhvers konar áhyggjur. En eins og þeir fengu hérna líka balance með og það gæti verið að það sé eftir að verða einhvers konar sætti. Það þessi jákvæða fréttir sem að þið fáið og ég sé þetta svona eins og sammenning. Það getur verið að segja að kynnast einhverja manneskju sem að þið svona eru bara óviss með eða eitthvað fleiri. En svo sé ég að þegar balance kemur hérna þá þetta bara svona eins og einhvers konar samning eða hýtingur og þetta alltaf eftir að verða í lagi. Og þetta gæti líka varða bara fréttir. Svona, þeir eru að bíða eftir einhverju svari og þau getur svona fagna þessu svari sem þið fáið. Þetta gekk upp. Þetta ég þarf ekkert að bíða eftir neinu lengur og núna get ég bara haldið áfram að live my life. Þetta svolítið svona einhvers konar togstreita. Og það náttúrulega komið hérna líka commitment is being tested og það bara svona, það var svona eins og, já, kannski einhvers konar test sem við erum að ganga í gegnum eitthvað, svona hvernig þið getið yfirkomið eitthvað. Við skulum fá meira fyrir Meyjuna. Hvað þarf Meyjan að vera að vita hvað myndan hún búist við? Ten of Pentacles. Contentment. Hvað má Meyjan búist við? Þetta eitthvað samt við. Peningar. Ég kannski vona á einhverjum peningum. Einhverju endurgreiðslu eða eitthvað svona garantí sem að koma inn. Meira fyrir Meyjuna.
tek bara þessu. Understanding, Two of Cups, mental conflict. Það megi búast við sko svona mental conflict í ykkur sambandi eða ykkur svona stressi, kvíða og svona sambandi við, ég sé þarna samband, skilurðu. Það hérna union, King of Cups, understanding og hvað hérna mental conflict, Nine of Swords. Og þeir getur verið sko kannski í einhverju stressi varðandi einhverja manneskju sem í kríku hjá okkur. En ég sé hérna, það eitthvað svona eins og hjá einhverjum eitthvað samband sem þú ert í eða ert að fara í. Og það svolítið eitthvað, það svona áhyggju hvort þú eigir eða ekki. En ég ætla að fá hérna á þessu hérna þegar ég að lesa úr þessu. Þetta eitthvað hérna sem ég les úr bók. Það sameining hjá okkur, það union og það eitthvað sem þú verið að skrifa undir eitthvað líka. Það getur verið einhvers konar kaup eða eitthvað að gera eitthvað samning, samkomulag eða eitthvað svoleiðis sko. Svo fáið þið hérna 33, það fengu líka 11 og það ykkar angel númer. En ég ætla að lesa hérna þetta hér. Kannski getið þið lesið líka, hlusta á tvíburan líka sko, af því að þið fengu, tvíburan fekk 11 sko sem angel númer. Og það kannski einhvers konar tenging þar. Ég ætla að lesa. Undanhald. Megininntak þessara sexliðu að betra sé að forðast hið illa af skynsemi en ótta. Þegar vetrarmyrkrið hvolfist yfir gott að finna til öryggis og friðsældi heima. Fjandmaður þinn eða keppendur virðist hafa sigrað, skynsamlega að draga sér hlé í rólegheitum. Já, það bara svolítið, sko, að þau verið í einhverju svona konflikti við eitthvað kringum hjá okkur. Það bara, eina að vera að segja bara, draga ykkur tilbaka og gefa ykkur smá tíma bara fyrir ykkur. Þegar ég geta að vera að blandast í eitthvað sem þau þurfa ekkert að vera. En það bara svona framöndinu ykkur verðið svolítið svona í union, skapa eitthvað, búa til eitthvað og það eitthvað svona samkomulag, eitthvað sætti líka og þetta bara svona, já, og góða fréttir með eitthvað sem þið búin að vera að bíða eftir og það eins og þið sko bara svolítið svona óþolinmóð með að hluti þetta sé ekki að ganga eins hratt og þið viljið. Já, hvað þetta meira þessu? Meira fyrir megina.
hrúð, það vogin. Það hérna naut með stengir, krabbi, fiskur og sporðdrykki. Hrúturinn, bóamaður sem standa upp úr. Geti verið tvíburinn líka. Já, Partnership and Alliance. Þetta gæti verið að þið séu svolítið líka að taka til svona í og sjá svona kannski betur hvað þau þurfa að gera til að laga til í kringu hjá okkur. Það hefur verið svona eitthvað í kringum okkur sem hafa verið kannski ekkert að gera ykkur gott sko. Og svona, þetta eins og einhvers konar manipulation einhvers konar, Og þetta gæti líka verið bara hræðsla að vita ekki útkomuna og sjá ekki hvað verður og eitthvað fyrir sko. Gæti verið sko svona þeir eru að fara í eitthvað nýtt samband eða eitthvað svoleiðis sko að það sé einhver annar aðili sem er að reyna að einhvers konar með eitthvað takta og eitthvað svona af einhvers konar afbrýðisemi eða og einhverju svona já, svona hálfgert að reyna að passa upp að þú farir ekkert eitthvað annað eða þú gerir ekki svona og eitthvað svoleiðis sko. En ég sá sko peninga, það er að koma góður peningur inn sem að er garantí fyrir ykkur og sem er eftir að tryggja ykkur svona með framhaldið og það hefur verið svona ójafnvægi þar sko, það er allt sko og það er kannski eitthvað samt við febrúar eitthvað sem að þeir hafa verið svona yfirkomið eitthvað eða eitthvað svoleiðis en svo er bara bjart framundan og það er svona nýja breytingar að koma inn sko, þeir eru svona búin að yfirkoma eitthvað svona að ná okkur um árangri og eitthvað svoleiðis sko og það er að koma svona nýtt tímabil núna. Og það er eitthvað samt við líka skemmtun. Gæti verið einhvers konar kynni í einhver skemmtun, einhver svona, gæti verið einhver svona já, eins og þegar margir komin að geta einhvers konar tónleikar eða eitthvað fleiri sko. Já, eins og sagði, það er svona verið að koma ný byrjun
þið eru svona búin að yfirstíga einhvers konar kafla, erfiðleika, það getur verið varðandi vinnu eða svona ná ykkur fram eða eitthvað fleiri sko. Getur verið að þurfti að hafa skrifa og vera að bíða eftir einhver samskiptum líka. En það sko, þið fengu hérna Ten of Pentacles aftur og Justice. Það bara, já, kannski þetta bara það sem að erfiðleikarnir sem eru búin að vera að ganga gegnum og eitthvað hlýr sko, þið getið fara að sjá þetta hérna núna sko. Þeir sem hafa verið í einhvers konar basli með eitthvað og það bara, þið verðið bara svolítið í jafnvægi og það ekkert sem þið hafa áhyggjur af. Það er eitthvað sem þið getur bara að vera að fagna með makaðinum eða þá það að koma eitthvað nýtt inn og Ten of Pentacles bara allt á öllu og það getur verið líka bara, það getur fagna með vinnum og svona live the life, ég var búin að segja líka. Já, hvað komið með 22, já, skulum halda áfram. Hvað svona með ástina eitthvað? Það er alltaf að spyrja ástina sko. En það var hérna Knight of Cups sko. Knight of Cups eitthvað svona, eitthvað sem að koma inn, tilboð og nýtt tækifæri, eða þá bara vera að skoða markaðinn eða hvernig sem það skoða nýja möguleika. Sabotage, rebuilding, intrusion, persistent argument. Já, það bara svona hamarinn svo bara að vera að byggja eitthvað upp og eitthvað til sko. og laga eitthvað líka. Já, sem hérna New Face. Getur verið eitthvað vill laga eitthvað og gera eitthvað nýja byrjun, að laga eitthvað sem var búið að vera eitthvað. Getur lesið líka, þetta er svona transformation, þessar breytingar, að laga eitthvað, new face, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Og þetta gæti líka bara verið svona breytt hugafar hjá einhverjum líka. Paradise. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. En það er einhver að skoða bara með sjálfströsti, focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Það getur verið einhver í kringum okkur sem er mjög óöruggur eða svona sem hefur kannski haft áhrif á að ekkert myndi ganga eða eitthvað fleiri sko. Það getur verið náttúrulega bara þið sjálf líka sko, eða þú sjálfur eða sjálf. Skulum segja aðtöku hvað Alice in Wonderland segir.
Já, kemur star hérna líka. Star þetta séðan hérna. Það eitthvað sem er svona healing eða svona Þetta sé, eins og að vera að skoða eitthvað bréf eða lesa eitthvað. Heyra af ykkur kannski líka sem eftir að svona betrumbæta eitthvað. Þetta ójafnvægi. Gætu verið bara einhver samskipti, einhver kemur og vill nýja byrjun eða vill svona eitthvað samband eða gera eitthvað eða laga eitthvað. Nú vildi koma aftur. Og það completion, það eitthvað svona sem bara, þau eru búin að klára eitthvað. Og þau geti fara svona að sjá hvar þau vilja setja næsta skrefið ykkar. Þegar við erum öll sem við ákveðum með þetta. Það kemur með Magician og það náttúrulega okkur þarna að taka ákvarðanir og svoleiðis. Þeir eru kannski búin að vera svolítið í svona skiptum ham, svona vera svona eitthvað yfirkom eitthvað sem hélt ykkur kannski eitthvað föstum eitthvað. Já, það eins og hengmaðurinn að halda ykkur föstum. Og það bara eitthvað hefur fundist að farið mikið tími í þetta. Og þetta það sem þið að, núna þessi nýji kafli, þetta þessi kafli búið. Þarna getur verið þarna, skilurðu. Koma hér fyrir meyjuna. Knight of Cups, einhver að koma inn. Það eitthvað sætti. Þetta eitthvað mjög tempting, það dægulegina sko líka. Það bara það eitthvað þeir eru tilbúin að ná þessum árangri. Og það koma einhver inn sem já, þið viljið svona fara að deila einhverjum með einhverjum og eitthvað svona. Og það greinilega einhver að koma inn. Og það stengitinn, getur við eitthvað samt des upp í janúar hjá einhverjum. Og eða þá núna mars, apríl eða þá júlí hjá einhverjum líka. Og þetta gæti líka tengst árangri eða eitthvað sem að koma inn sko, sem núna í mars, apríl og eitthvað fram í júlí, eitthvað. Sem við erum búin að vera að bíða eftir.
En já, ég get ekki séð neitt meira hjá okkur. Meja. Bye.